Hæ Birta. Hæ Sunniva, hvað segirðu? Ég segi gott, en þú? Ekki. Bara mjög gott. En það ekki? Jú, bara eðslegt. Herru, drauma þínur uppfylltust í gær Já. þegar ég fór og sá Wicked loksins. Já, ég dróði með mér. Já. Alveg bara á seinustu stundu, alveg hætti bíó. Já, Þú ég ekki bara hætta? að hætta. Á meðan hún komin í hvað sal 5. Ég bara vissi ekki að það var til. Já, og bara 4 aðri í salnum með Já. Líka klukkan 17:40. Já, en þetta var stemming. Já. Já. Fannstu Þetta var- kvöldbóð eftir á? Ég fekk mér sko, ég fór heim, ég átti svona restar af einhverju pítu. Ég eldaði eina þannig, og svo var ég bara best að voru borða Já. Var svo hálf settur eftir snakkið og nammið poppi og eitthvað svona, já, borðum pop og nammi og Coke Zero. Já, Coke Zero, já. Í kvöldmat. Það var eina sem var eðlilegt við það var Coke Zero, sko. Ég veit það. Það er alltaf með Það kvöldmatnum. var bara, líka bara þeir sem fá sér pop og ekki Coke. Ég mun ekki skilja. Aldrei. Sorry, ég hef bara alltaf verið bara, það er ekki annað gos sem passar við pop. Ég fæ mér á sódavatn með. Já, mér finnst það allt En ég annað. verði eiginlega að fá. Ég er að tala um Coke annað með. dökkt gos. Já. Það passar ekki með poppi. Nei. Þetta er bara pop og Coke. Pop og Coke, Það er classic. bara, that's the classic. Já. It's the OG. Já, en ég fekk mér líka sér þegar ég kom heim. Já, ég líka. Það? Já, með pítunum. Já, ég líka með, veist að ég fekk mér einmitt smá kvöldmátt og var svolítið alveg svona gett, ég var bara meira til þess, já, meira að gera það svo líka mér væri eitthvað, já, ég fekk Já, líka bara Kvöldmat. prótein, Já, skilur já. bara mat. Já, ég tala um það. Já. Ekki fara að sofa bara og snakka nammi eitthvað Já. eða þú veist, poppa nammi. Það er eitthvað svo siðlust við það. Já. Já. Allavega eitthvað smá. Eitthvað smá. En þetta var stemming. Já. Þú veist, já, ég er mjög ánægð að hafa loksins séðana. Það ekki? Jú, og það kom mér, þú veist, Við erum búin að vera by the way, við erum búin að vera á leiðinni að taka hennar þátt síðan í bara nóvember, eða þú veist, Já, lók bara nóvember, síðan síðan bara kom kom út, út. já. En Birta komst ekki með mér þegar ég fór fyrst og svo bara Nei. gafst aldrei tími. nei, einmitt svo bara jólin Já. og bara allt var bara gúkur í En ganga. það var bara, alltaf at the back of my mind bara, gæti Já, þú að fara í Wicked, bíó mögulega já. kvöld aftur, Já. af því ég ætla aftur, ég er búin að segja við það, ég fer með þið bara aftur á hana, bara all day, en þú veist, það er svo fyndið að ég sé að draga þig á musical, Ég veit þannig það. að þú ert En the þetta theatre kid, sko. Ég veit að þetta er ekki my type of musical. Er það að því að þetta er smá, þú veist, Þetta er Wizards ekki, og eitthvað? þetta er ekki Chicago, þetta er ekki Dreamgirls, þetta er ekki Moulin Rouge, þetta er ekki eitthvað svona, það eru my types of musical, skilju. Þess vegna held ég að ég hafi ekki verið búin að, þú veist, hlaupa. Nei, mitt. Veit það ekki. En En þú þetta elskar, Jokerin, ekki Wicked. Nei, ég elska ekki Wicked. ok, Ég vil segja, þú veist, bæði, ég er ekki, við fórum á sem þetta gerð, ég við erum spurði ekki hann búin að ekki, ræða orð. nei, ég spurði hann ekki neitt, ég vildi bara spurði hann öllu og við ætlum að ræða Já. myndina bara hérna Já. on the ég podcast. Ég meira svona meina að þú veist að þegar svona myndir kom, og ég náttúrulega við vissum ekki með Jóker, ég vissi ekki með Jóker en að það væri musical. Nei, guð, tráma. Fattar þú veist, og okkur var bara búið á Já. fórsýningu og við fórum og maður bara, ok. En þú veist, já, svona mínir uppáhalds musicals, vá, það eru örugglega, ég held Chicago sé uppáhalds musicalum mitt. Ég var að horfa á Dreamgirls eftir daginn. Mér finnst það allt annað, mér finnst það alveg nice stuff, sko. Dreamgirls, Burlesque, Burlesque, þú veist, geggjuð. ókslega, já, og ég var náttúrulega Glee-fan, sko, einu sinni. Já, same, og Rock of Ages, Já. mér finnst það geðveikt. Mér finnst bara, þú veist, ég er alveg fyrir musicals nema þegar það á ekki að vera það. Nema þegar það á ekki að vera það. Eins Já, og já. Jokerinn og eins og þegar Grey's Anatomy Já. brást í söng, Já, við höfum rætt Riverdale brást í söng. Já. Þú veist, þegar eitthvað bregst í söng sem á ekki að brást í söng, Einmitt. þá fæ ég bara svona Þá ertu bara, En eins og nei. fórum á Beetlejuice um daginn, ég vissi ekki að það var musical, mér varst æði. Já, einmitt. Mér finnst skemmtilegt að það eru góðu lög og eitthvað þannig, Já, skilurðu. þú veist, þegar það passa, þú veist, Þegar Grís, passar, já. skiluru, Mamma Mia. Mamma mér geðveik, bara Geggjuð, já. iconic. Ég reyndar ekki séð nummer 2 og 3, 4 og 5, ég veit ekki hvað er margar. Ég veit ekki hvað er margar, ég sé 1 og 2 allavega. Já, ég er bara alveg leiðið fyrir nummer 1, sko. Já, vá, amazing. Besta mynd í heimi. Svo náttúrulega, ég hef ekki ennþá séð að Greatest Showman. Ég hef. Já, þú sé hana? Já. Langar Ég hef reynd alveg tvisvar, sopnaði alltaf oft í henni. Já. En ég get ekki sagt að ég hefði síðan alveg því Nei, ég held ég það hafa nokkuð. alveg sopnað og spólað tilbaka Já. og ég hef alltaf hort á hann í flugi. Já, Ég hún reyndi á er hana þar, þar, já. Þetta er náttúrulega Zac Efron, Hugh Jackman, skilur Zendaya. Þetta er rosalega Þetta er leikara, sko. geggjað. Já. En eitthvað sem ég líka heldur ekki dottið inn í, en mér langar alveg að sjá er Hairspray. Já, ég sammála, ég hef ekki heldur sér Hairspray. Nei, hefur ekki séð það. Nei, ég hef ekki séð Nei. það. Það er svona einmitt, já, svona krakka einhvern veginn. Er það krakka? Það er Zac Er það Efron og ekki? eitthvað? Nei,
ég held að ég krakka. Ok. Eða þú veist, Grís náttúrulega, iconic. Já, Grís náttúrulega iconic. En já, svo finnst mér líka alltaf bara þegar það er, þú veist, það er svona held ég að qualify ekki sem musical eins og þegar það tekið, þú veist, lífi hjá okkurum eins og sam Elvis myndina eins Já, og, nei, það er ekki musical. Nei, það er eiginlega ekki musical. Nei, þegar hann er með tónleika á eitthvað. Já, Nema já. var bara, þú veist, horfði í speil og myndi bregðast söng, skilu. Já, Það er kannski annað. þá er það kannski musical. Einmitt. En ef hann er bara á sviði og er að syngja og æfa Já. sig og eitthvað, það er Nei, ég held musical. ekki, ég er eitthvað að googla þetta musical, mér sýnist það ekki að koma þetta undir, sko. Nei. En já, þannig að þú veist, ég elska alveg musicals sem þegar eiga að vera musicals og ég held bara besta er, það sem ég finnst bara allar besti musicals bara of all time er bara klála Moulin Rouge og Chicago. En það er svona gellu. Ég held ég ekki sé Chicago. Oh my god, þú myndir elskana, hún er amazing. Þetta er svona kvennafangelsi og það er bara kemur búin að drepa kallan sína. Gæða cool. Ok. Það er ekki cool. En já, ég þarf að segja það. Hún er ógeðslega flott, sko. En er það þá svona original lög? Þess að ég veit að Moulin Rouge er með sín eigin lög. Eða þú veist. Já, Chicago líka. Já. Það sem var svo geggjað við Mamma Mia á þeim tíma þegar það kom út. Það er alltaf bara ABBA. Já, og þannig að maður þekkti öll Já. lögin. Það er það sem að gerða hann svo mikið hit. Ég veit að það er geðveikt. Og það er sem er mjög erfitt líka með ný musicals er sem að þegar maður kann ekki neina lög. Já. Skilurðu? En Jokerinn var með gömulög. Já, en samt bara svona að það með ekki sens, þetta ekki réttlega þetta. En þú veist, já. En já, þú verður svo Chicago. Hún er Já. geggjuð. Það er svona. Það er alveg svona, það er gellur, sko. Já. Það er sko hún er alveg með 7,2 í IMDb. Vá. Já, það, ef þú pælir Er þetta spóla bara? Hann er með, já, Þess var það líka theater. þetta hefur líka verið sett Já. upp á, á sviði, eða þú veist þannig. Hvað varst þú aftur að leika Rock of Ages. Rock of Ages? Já. Mér byrst það var theater getið í MS. Já, það leik ég ekki eitthvað annað öðru líka. Ég man bara eftir að sé þetta. Jú, Þetta var í og hérna, já, og svo hitt sem var hérna í gamla bíó, nei, hérna bæjabíói í Hafnarfirði. Hvað leikir var það? Fór ég á það? Já, ég var svona bleikum kjól. Guð, hvað, okkur mann ég ekki eitthvað, Footloose. Footloose, já, það er iconic. Já, það er líka, já, fínasta. Það er svona mjög mikið svona menntaskóla að gera. Já, en mér langaði einmitt ekki að setja upp Chicago. Já. Það ekki í gegn. Það er það ekki í gegn. Nei, það hefur verið hella cool, sko. En ég mæli með því, Já. mér langar ókslega mikið að fá mér Happy. Já, Að við þetta ætlum að fá frammi. okkur, hérna, þú varst að tala um senast að gera double peach crush Já, mér langar og ég var smaka ekki búin að prófa, varst þú ekki búin að prófa? Nei. Ó, ok. Ég var Ég heldur ekki búin að smakka það, sko. Elskar svona að gera double, sko. Ég náttúrulega gera það ekki nógu oft, þú veist, þetta er þess að, Ég gera það stundum ef ég er með mikið vatn líka já, og kannski ég er ekki að fara að fá mér seinni skammti minn. einmitt, að þetta eru 2 stikur á dag, þú veist, að má Já. taka 2 stikur á dag, svona gott fyrir mann, með steinefnin og svona, þannig að stundum er alveg hægt að taka bara 2 í einu, þú veist, ég bara, einhvern veginn, ég veit að sumi gera það bara, Já, þú veist, þau eru aldrei að fá sér eitthvað einu og eina, Já. mér er svo gaman að eiga, sko, þú veist, ég fæ alltaf morgunin og svo einn kvöldið, Já, mér finnst það næs. mér er svo næs, Þá á ég 2 svona skemmtilega drykki. já, Yfir daginn. þú eru alltaf bara að súpa þetta vatn, sko, Já. Þetta En- er vatn. Við erum bara að bræða já, steinni. nei, ég er að tala um, þú veist, maður er alltaf með brúsa sem, Já. ok, hlustum þetta, en ég er alltaf mega mikill fan af Peach Crush, Same. næs að hristi þetta svona. Ég held að það sé bara new favorite, sko. Þetta er, já, Það var erfitt að toppa fyrir mér Pína. annars, sko. Pína colada. pínu byrleita. Þetta, this surprised me. Af því að svona pizza er svona væmið. Já. Pizza er pínu vanið. Embli finnst það líka ekki eitthvað. Trú því. Já. Þetta er bara delish. Delicioso. Þannig að allir að stay hydrated. Já, með Happy Hydrate. Eins og að koma því inn í rútínuna, since Algjörlega. we're at it, að gera hluta rútínu. Já. En ok, Wicked, hvað er að byrja? Hvar eigum við að byrja? Bara, ef ekki bara byrja að spyrja, hvernig fannst þér hún? Já, eins og ég sagði við þig, kannski eina sem ég sagði við þig í gær myndina í hlénu, er að komur óslega óvart, ég náttúrulega var einhvern veginn, ég vissi ekkert söguna, ég hef ekki séð Wizard of Oz. Nei, ekki heldur. Nei, þannig ég svona þekki ekki kannski voru eitthvað djókar sem ég þekkti ekki eða fattaði ekki eða þú veist,
eitthvað þannig. Þannig að ég vissi ekki hvernig söguþráðurinn væri. Nei. Ég vissi ekki að það væri að fara í háskóla. Ég vissi ekki, æskilur, þú veist, ég vissi ekki neitt, ég vissi ekki hvernig það kynntust, ég vissi ekki að þær áttu ekki að hafa verið vinkonur, eða þú veist, skilur, vissi ekki neitt. Nei. Þannig að það komið svona óvart, bara svona, ég svona, ok, þetta er svona, ég vissi þetta væri ekki barnamynd, þetta er, þú veist, þetta er samt alveg barnamynd, þetta er svona teensmynd, já, og samt, þú veist, að þetta væri með svona, langar ekki að segja High School Musical, en svona þannig íva við bara svona í háskóla, þú veist, það komur óvart að ég var ekki búin að ímynda með neitt. Nei. Þannig að mér fannst það svona, já, mér sögurþráðum með svona, ok, þetta er skemmtilegt. Já. Þú veist, ég elska svona. Já, ég var að mynda bara, Háskólamyndir. við erum að kannski taka fram eða þið vitið ekki, þá vitum við ekki shit Wicked og Wizard of Oz og þetta, skilur Nei, þú veist, við komum bara inn á þessa mynd. Já. Þannig að þú veist, ef við erum að segja eitthvað ránt, þá er eitthvað svona original musical fans Já. sem fá illt í eyrun. Kannski, en við náttúrulega erum bara að tala um það sem við sáum. Já, og við vitum ekkert the backstory, skilur, og mér varst líka ekki að skemmtilegt bara svona, já, ok, þú veist, og þetta með dýrin, ég vissi ekki að væri eitthvað svona þannig að þess vegna varð hún, skilur það var svona plott, það var gaman að vita ekkert plottið. Já. Það var svona, í staðan fyrir að vita bara nákvæmlega allt sem þú ert að fara út í. Já, þú veist, mér varst það sem svo skemmtilegt, bara ég vissi ekki neitt, en væri samt alveg til að vita söguna við Wizard of Oz og allt þetta, skilur Það er alltaf gerist eftir þessu. Þetta er prísaga. Þetta er prísa, já. Hún er, þú veist, Elphaba er the Wicked Witch og svona aðal vondikallin í Wizard of Oz. Já, ok. Skilst mér. En þarna sjáum við svona hvernig hún var the Wicked. Já, en það hefur aldrei verið Wicked bíómynd. Nei. Bara musical og bara svona saga. Já. Eða þú veist, bara Broadway og theater. Já. Og örugglega eitthvað bókbækur og eitthvað. Já, 100 bækur. Það er til, þessar bækur eru bara okkar frá the 1900s. Já, þetta er bara svona einmitt. Ég nefnilega veit ekki hvort það sé eitthvað Wicked, eða hvort það sé bara spönn út frá Wizard of Oz. Já, einmitt. Það er nefnilega þessi Wizard of Oz bók, hvort það var svo sem gerði the musical. Það gerst bara prísuna. Já, I don't know. Það geti alveg verið. En hérna, já, þannig að það kom mér ógeðslega skemmtilega og svo náttúrulega var ég búin að sjá ógeðslega, ég hef heyrt lagi Popular áður og hérna, reyndar hafði aldrei heyrt Defying Gravity, það er ég að tala um sko. Bara í heilsinni. Nei, ég er að tala um, þú veist, áður myndin, ég er ekki að tala um, ég er búin að heyra það núna margoft eftir að myndin kom út, en Popular hefði ég heyrt áður myndin kom út, skilur, ég vissi, ég hef heyrt þetta musical lag áður. Já. Það hefur mörgur svona talkshows og eitthvað þannig. Já, þú veist, maður hefur kannast við eiginlega flest lögin, svona flest stóru lögin, fannst mér allavega. Já, ekki ég, bara Popular held ég. Já, svona áður myndin kom út, sérsagt. En núna náttúrulega er maður búin að sjá þetta alltaf á TikTok, þótt maður sé ekki eins og búin að sjá myndina, eða þú veist þannig. Ég er bara að horfa á myndina svona 10 sem á TikTok. Einmitt. Öll deleted scenes og hérna, já, þannig að þú veist, og það náttúrulega líka að því ég var búin að sjá svo mikið, það var svona langur tími liðin einhvern veginn síðan myndið kom út og ég var búin að sjá svo mikið, bara þær voru að syngja live, þær voru, þú veist, ógeðslega mikið að sviðsmyndinni var alvöru, þannig að það var gekk gaman að horfa á myndina með það. Já. Skilur, að sjá það ekki eftir og heldur að vita það fyrir, þannig ég var bara gett þegar þær voru að syngja, væri bara, vá, þú veist, hún má bara gera þetta live. Já, það gerir það bara amazing. Já, og mér varst það sturla og mér varst sviðsmyndin og bara allt í þessar bíómynd, búningarnir bara upp á 10, þetta var svo geð og bara herbyggja hennar Glinda og þú veist bara þetta var svo sturlað flott, það var ekki einn hlutur out of place. Nei, þetta var svo bara detailed, bara to the T. Já, þetta var svo ógeðslega, það var svo mikill heimur einhvern veginn og auðvitað bara vissi maður og maður hefði bara hort á þessu mynd hefði maður ekki vitað sem maður búin að sjá á TikTok bara já, ok, þetta er ógeðslega mikið green screen og eitthvað þannig, en vitandi það sem maður veit það er maður bara, wow, ok, bara shit, hann verðast það geðveikt gaman, mér finnst myndin bara skemmtileg, þú veist, hún var ekki, þú veist, hún var langdregin á köflum, það er alveg sum atriði sem hún var bara það var svona sum lög sem fannst mér óþarfi. Já, og líka bara svona, þú veist, líka bara svona atriði svona sem voru að tala saman, það var svo mikið svona horfa hvort annað. Melta. Já, það er svo mikið sem er köttað líka út sem að svona myndar svona ákveðin bond, af því að ég fyrst ég horfa á þessu mynd, þá var ég bara svona, þetta hefðilega geta verið 2 spólur. Bara eins og Harry Potter, skilurðu, það verður alveg svona langt ferli í að hann fær, þú veist, drauminu uppfyldan að
eða þú veist, aðal battleið skilur en þarna fyrir við bara sama helmingnum á myndinni, þá hún komin þarna til Wizard of Oz, já. Sem svona hennar lifelong dream. Mér finnst það hefðarlega geta verið meira eitthvað svona í skólanum, eitthvað þannig. Þú veist það hefðarlega verið hægt. Já, þá hefði þurft að splitta myndinu upp, já. Já, auðvitað, skilur. Já, ég sammála því, en svo er líka, þú veist, við hefðum líka að komast að þessu hraðar. Já, þá hefur ekki fengið neinn tengsl, neinn samböndin. Þá er ég meira að tala svona með svona, hvernig það var stundum klift, það var rosa svona slow, svona ég veit ekki, en það er líka örugglega til þess að halda í þetta theater. Skilja, þetta er svo rosa svona, það var ekki jafn svona hratt klift og aðra myndir eru. Nei. Þú veist, þannig að mér finnst alveg svona, við hefðum alveg getað komist að þessu fyrr, skilur, þú veist, og við hefðum einmitt getað splitta þessu upp og verið með þetta aðeins, þú veist, dýpra, skilur. Þannig að þetta er svona báðum. En það voru svona kafla sem voru svona, já, þetta er langdreið. Já. Skilur. En svo einmitt heyrir maður líka það bara að það er búið að klippa þess að mynd svo ógeðslega mikið þetta er lítið sín sem bara, hvað var hún löng? Hún áttalega verið 3 tímar eða eitthvað rúmlega. Hvað er hún löng? Var hún ekki 2,5 eða eitthvað? Eina fólki sem myndi horfa á 3 tíma vilket eru bara theater fans, bara já. number 1 fans. En maður er búin að sjá þessi deleted scenes sem maður svona, af hverju voru bara ekki með þetta? Það er sum sem eru bara svona, ok, ég skil af hverju klipptið þetta. Já. Svo eru sum svona, eins og þegar þú veist á train stationu þá er Bokk og Elphaba að tala saman. Já. Og hann er eitthvað að tala hann alltaf ástfangin og Glinda, maður sér það og hann sagði eitthvað, þú veist, hún er eitthvað, já þú verður bara þú veist að hætta, skilur og hann sagði eitthvað, gerð þú hætt að vera ástfangin af Fíero og þá segir hún bara, ég er það ekki og þá segir hann eitthvað, ég held að verðum að vera honest skilur, og þá þarna fáum við svona confirmation og hún er það, já sem við alveg smá svona, já. Ok, þú veist en svo kannski ég fannst bara editorunum þegar þau voru að fara yfir þetta bara svona, og það er ekki the storyline, skilur það er það samt já, en kannski má það setja á milli svona, við þurfum ekki að fá það confirmed að því að, þú veist en ég held að sé bara því að hún var á löng sem var að tekið svona alls konar út en það var margt annað sem við hefði getað tekið út, sko já að þú veist, ég held, hvað ert þú að tala um? Þú veist, ertu með eitthvað dæmi? Nei, bara meira, þú veist, bara meira bara svona, þú veist, sum söngadrei voru oflöng. Já, en eitthvað dæmi? Erfitt að koma með eitthvað svona eitt dæmi. Eina sem ég fannst, sko, mér finnst alltaf mjög Bokk-leið, alveg hræðilegilegt, en það er bara það var mjög stutt. Já, en það kemur svona aðeins lengra inn í það, skilur. Já. En það er orðið bara svo iconic. Já. Að, þú veist, það er gaman að sjá það. Já. En, svo var það hann að lægi hans Wizard of Oz, hann að leðilega lægi einmitt, það fannst mér ómikið en ég held að það var bara búið að borga honum fyrir X screen time þannig að það mátti ekki klippa það úr að þetta er eina screen time basically. En líka eins iconic og var að sjá þær sem voru Glinda og og Elphaba, já, það var svolítið langt, það var svolítið langt líka, þú veist, þegar það voru komnar ángað, það hefði kannski getið stytt það aðeins. Já, kannski örlítið. Mér var skeggi að sjá það aðri en hitt svona á undan. Þegar ég horfði á fyrst, þá var ég ekkert að pæli hvað lagið var Svo þegar horfir á aftur, þá er basically verið að segja henni hvað hún á að gera. Það er basically, ef þú hlustar á það, þá er þetta sagan. Hvernig af hverju Oz gerðist. Þessna var það röglega mikilvægt. Já, ég skil. Ég fatt að það ekki fyrst heldur þegar ég horfði á þetta. Nei, ég var bara, þau eru að segja þetta. Þau eru að útskýra af hverju, eitthvað. Hún er 2 tímar og 40 mínútur. Mér leiði ekki þannig gær þegar ég horfði á hana. Ekki? Nei. Mér leiði þannig. Já, mér leiði þannig fyrst. Já. Fyrst ég horfði á hana, svo núna að horfði á hana aftur, ég var bara, er hún styttri? Já. Að fyrst þegar maður horfði líka á mynd og maður veit ekkert hvað kemur næst. Ekkert, já, reyndar, bara, já. Húf. Ég mitt, að þetta rétt. En ég horfði á hana sko með engu hléi fyrst, það var alveg erfitt. Það er 2:40 með engu hléi. Engu hléi. Já. Það var líka bara ómannlegt. Við löbbum inn í bíó fyrir 6 og vorum löbb út 9 og ég var bara, býtu, klukkan af, ég vissi hún var í löng, en ég vissi ekki hvað tíminn myndi líða bara einhvern veginn. Það veist að við fengum hléi þarna í gær og eitthvað. Já, það var næs. Já, mjög næs. Gott að geta staðið upp, sko. Já, en mjög myndin bara, þú veist, bara 100% bara skemmtileg, skilur. Þú veist, þetta er ekki eitthvað svona mynd sem að því svo hef ég séð á TikTok og er að sjá líka á TikTok í dag, því ég er búin að vera svona skoða vikið TikTokið bara þegar við vorum að fara að taka upp þáttinn. Það var svo, margir eru bara eitthvað svona að segja bara, þú veist, bara, ég fór á vikið myndin í gær, bara, eitthvað fyrir löngu, skilju, bara ég hef ekki hægt að hugsa hana, bara hún er my top of my mind, ég get ekki annað en hugsa hana, ég bara hugsa þetta allt og ég datt ekki í þann pakka. Nei. En kannski að því að, þú veist, ég er ekki inn á þessu þegar þetta kom út,
Sko, ég er veit ekki það eitthvað ekki. að hugsa mikið um myndina sjálfa. Mér finnst bara lögin skemmtileg. Já. Og Hvaða lög? Þú veist, finnst bara popular, Defending Gravity. Hvað heitir þú veist að ég veit að ég lægt þetta. Og ég veist að ég syng lögin þó ég kann það ekki eins og Já, ég skil að popular sé bara svona, mér náttúrulega. Uppáhaldslægið mitt er ekki popular, það er eitt af þeim. Það er What is this feeling? Það er Loathing. Já, Mér finnst það geðveikt lag. Veitu, hvernig kemur það aftur? Það er þegar það er að vera svona pirrar út ykkur aðra er í rúminu. Já. Mér finnst það geggjað lag. Já, þeir eru liggjandi upp í rúmi. Já. Og mér sumlög með elsku Elfie okkar, við finnst þau bara dálítið leðileg. Já, eins og sammála. þegar hún var bara The Wizard and I, mér finnst það ræðilega leðilegt. Já, En þú veist það er bara svo langt. Ég Já. var svona, já. Það er langt til já. þess, já. Það hefði alveg mátt. En þú veist, kannski er ég, þú veist, Þetta er bara our náttúrulega- opinion. já, en ég er líka bara náttúrulega, þú veist, hvað segir maður? Unbiased út af Ariana Grande. Já. Já. Ég vil bara hafa hana on my screen every second. Every time. En og Dancing Through Life, fannst mér líka geggjað með Jonathan Bailey. Já. Hann alltaf geggjaðis I'm Not That Girl, ekkert spes þegar hún var hana að segja hún var ekki fyrir Fear og eitthvað Já. að því líka þessi plott bögga mig að því ég vill að Fear og Glinda séu saman Já. eitthvað, þegar ég frétti áður en fórum myndinni að það væri eitthvað svona love triangle ég var bara nei, trúst ekki að því ég var búin að sjá svo mikið af Já. þeim tveim ég var svo mikið love En við veit ekki hvernig það fer. ég veit hvernig það fer og það er þú veist það vita allir Ok, ég sé ekki. það veist hann er alveg bara á þessari mynd hérna hann fyrir okkar Já. Þetta Fiero. Já. Og hvað þýð það? Það segir mér ekki neitt. veistu ekki hver karakterinu vissu þetta of oss eru eða neitt ok, þetta er náttúrulega þau spoiler en hann verður The Scarecrow Já, hann verður The Scarecrow. já, Á hverju? ég man ekki alveg nákvæmlega af hverju þetta er eitthvað Ég bara, að því hún er með hann eitthvað hún Alphaba og gerir eitthvað til svona elskjana eða eitthvað þannig ekki manni hvernig það var og þá verður hann óvart Scarecrow eða þú veist og með Tin Man það er Bokk Það? já, af því að hann vildi að Nessa myndi elska þau myndi vera ástfangin tekur honum hjarta, hann deyr eitthvað þannig að hann þarf að vera Tin Man til að lifa það er eitthvað svona þannig Ok. og ljónið er hann litli ljónsungin hann Sæti verður litli. maður, já. Þetta er alltaf sem ég er búin að heyra á TikTok ég hef ekki séð þessa spólu Ég er að horfa á þessa en spólu. það er, já, það er alveg ógeðslega erfitt að horfa á hana Virkilega. af því að þetta er alveg svona 1939 spóla, sko En þú veist, það er gott lagið því, Over the Rainbow. Já, vissulega En já, þannig að verða þau saman þá? já, þau flýja saman og eitthvað Fiero og Já, en þú veist, það er held ég kemur allt í part 2 Ég vissi líka ekki að horfa á hana fyrst að það væri part 2 Já, vissirðu það ekki? Nei, það var ekki búið að koma út eitthvað þannig þegar ég fór á hana Já, ég vissi alltaf bara, ég vissi að þetta áður en myndi koma út og það var alltaf, það var alltaf eitthvað svona part 1. Ég var bara eitthvað, ok, ég tók aldrei eftir því, en ég var bara eitthvað svona þegar ég var að horfa á þetta því ég hef heyrt svona vinsælustu lögin áður Hvaða lög eru þá í hinum helminum? Hvað má vita? Einmitt. Þú veist að ég hef aldrei heyrt þau þá Nei. bara aldrei Ekki nema að sér eitthvað svona, já, ok, er þú þessu? Já, pottþétt, Gæti verið eitthvað svoleiðis. En, ok En þú veist, ég er náttúrulega alltaf bara spennt að sjá þau öll leika, sko Já. Ég er bara svo mikið fan af þeim öllum bara Cynthia, Ariana, Þau eru frábær, Jonathan Mér finnst þau frábær. og líka Jeff Goldblum sem leikur Wizard of Oz Já, hann er svo góður æði. leikari, Já. elskan Hann er svo skemmtilegur. Já, og það er leiðilegt að sjá hann í þessu lífur ég bara, elskan Já. Hann er samt svona einhvern veginn goofy about it. Já. Eitthvað hann er svo vondur og samt eitthvað hann er alltaf þannig, ef hann er vondukallin þá Já. er vondurinn samt svona You kind of like him. Já. Hefur séð Guardians of the Galaxy Já. þegar hann er inni? Já. Hann er svona eins karakter Já. Bara svona. Þetta er, Já. já. Það er svona hans. En, þú veist, mér sá líka eitthvað svona TikTok og fólki finnst eins og þessi fastar í karakter. Hvað finnst þér um það? Já, það getur alveg verið en að því þar eru kannski líka bara ennþá þar þurfa að gera press aftur og bara til þess að markasetja myndina það þarf að halda þessu bara við við meðum ekki gleyma þó myndin þessu komin út Já, einmitt. Hún á að koma út hvenar, part 2? Sko, ég sá eitthvað staðar í lok 2005 en svo voru eitthvað rífast um það að væri ekki fyrir 2006 Já,
2000, stendur nóvember 2005. Það ekki? Jú. Ég held það, ég heyrði það. En þá kannski fyrir sumum það 2006, ég veit að einhverju löndum. En þú ætla aftur að gera þetta bara í nóvember. Já. Já, ég veit ekki. Það alveg iconic að það koma svona stuttu millivil, þetta bara It's Giving Harry Potter tímabili, það var bara nýmynd bara árlega. Já. En þetta hlýtur að vera endin. Þetta hlýtur að vera two-part. Já, þetta bara two-part aldrei, sko. Ekki? Já. Já, en ég hef ekki hugmynd hvernig plottið þar. En einu sem ég sé þetta því ég googlað, þá Glinda í wedding dress, sko. Já, og maður sé Dorothy. Já. Þannig að faraðu eitthvað eins inn á söguna þá Wizard of Oz. Hún var náttúrulega í byrjun líka, eitthvað smá, fyrst ekki hún var að labba að Emerald City öll þau 4. Já. Hún byrjun. Já. Þannig að þú veist, hún allavega casted. Ok, spennandi. Já. Hef ekki hugmynd. Wizard of Oz frá 1939. Já, it's vintage. Já, mjög vintage. Já, ok. Ég veit ekki, þú veist, hvort mér finnst það fastar í karakter, ég veit það ekki, mér finnst þetta einhvern veginn, sko, þú veist, hún sko neglir þetta hlutverk, hún neglir persónuna svo ógeðslega mikið, hún Ariana Grande, bara þú veist, þótt ég veit ekki hvernig Glinda átt að vera, eða þannig, ég hef ekki séð musicalið. Nei, ég sé samt parta og bara hvernig Kristen í einhverjum atriðum, ég sé popular með henni og eitthvað þannig. Já, en líka bara svona, þú veist, hún bara svona, maður bara horfir á hann og sér hvaða persóna típa hún að vera, en mér finnst hún ekki föst þar. Nei, hún ekki að vera karakterinn sinn. Sumum finnst það. Að það? Já. Ég held að sé kannski að því að hún búin að treyna röddina sína. Já, fólk mikið að tala röddina. Og þú veist, hún gerir það eftir plötunum sínum, þá hún bara, þú veist, þá hún með X-tón og þá hún alltaf með sárödd. Þannig að ég held að þessi fólk sé örugglega að tala um það, því hún alltaf shapeshifter, basically. Hún getur líka bara impressiona alla, skilur við. Já, algjörlega. Hún ekkert eðlilega hæfileikarík. Þannig að já, og það kannski fyrir taugunar fólki hefur oft gert það náttúrulega mjög kontroversial stundum hvernig hún skiluru, hún Ariana mín. En mér finnst ekki persónuleiki. Nei, mér finnst það ekki. Sérstaklega ekki með Cynthia. Nei, mér finnst hún vera enga veginn Elphaba, skilur. Nei, ekki hún svo ógeðslega svona, þú veist, já, mér finnst það bara allt önnur einhvern veginn in real life. Ég sammála, sko. Og Ariana líka, hún ekkert að vera þessi stuck up, bara self-absorbed gælla. Það bara geðt emotional saman og geðt sætar. En hún klálega, þú veist, hún þú veist, sem pott bara partur á marketing, þú veist, svona velja þannig fatnað sem svona glindulegur, skilur. Þær eru búin að vera því bara 2 ára. Já, bara bleikt og grænt og já, þú veist, þannig að eins og Golden Globe, svona eitthvað svona gulur kjóll, eitthvað svona mega dulló. Það endar annað conspiracy af hverju hún í því. Ok. Hún reyna að svona, það alltaf bara conspiracy, að ef það verður eitthvað biopic Audrey Hepburn, þá hún svona eins og sé að channela hana. Já. Og horfir á hana núna, já. Þá hún, stíllinn hennar mjög Audrey Hepburn. Já, vá, þú segir það. Ég verð ekki bara að sjá þetta. Sko, þær eru náttúrulega bara lost twins, sko. Já. Þú veist, Ariana gæti 100% leikið hana. Já. Þannig ég heldur sé líka bara svona að reyna að stíga skref í, þú veist, leikaraferðinu meira aftur. Já, það gæti verið. Og að reyna bara að promóta sjálf sig í alls konar hlutverk. Og að það verið að gera biopic Audrey, þá ætti það klála að my opinion vera Ariana, sko. Shit. Þær eru twins. Já, vá. Ok, einmitt. En ég tala um svona, hún í svona bara núna, bara svona í dullu kjólum, skilur svona glindulegum kjólum eitthvað neginn, þú veist, en einmitt, mér svona ekki verið eitthvað svona í viðtölum og verið eitthvað, Nei, alls ekki, alls ekki. Já, eins og sumir geta orðið, skilur þegar þeir festast í eitthvað svona. Hún alls ekki í þeim karakter fyrst mér. Nei, mér finnst það ekki, sko. En þú veist, en klálega bara outfitin, sumaðum, já, klálega bara 100%. Það náttúrulega bara marketing. Mjög glindulegt, skilur. Já, og bara stílisering og... Akkurat. Það ekki að vera fastur í karakter fyrst mér. Nei, ég veit ekki, svo en það eru örugglega röddin sem fólk svona mest að vísa í eitthvað neginn. En já, svo náttúrulega það búin að fá líka sjúklega mikið svona fólk búin að vera ógeðslega kontroversial hvað það eru eitthvað litlar í sér og eitthvað í viðtölum. Já. Þú veist, já, ég skilði alveg að setja út á það, skilur. Þetta draumar hlutverkið að begja. Bara þú veist, þetta bara draumur. Gjörsamlega draumur. Já. Bara fyrir every theater kid out there. Já. Þá þetta draumar hlutverkið þitt. Já. Þannig að ég get ekki ímyndað mér á þú veist, og líka bara hvað þetta svo langt ferli og það bara
búin að bonda geðið mikið. Alltaf líka margt búið að gera sig, ég þekki náttúrulega Cynthia miklu minna. Þú veist, hennar persónalíf, maður veit aðeins meira með Ariana Grande, skilur, og náttúrulega bara, þú veist, ef við pælum bara í aðeins Ariana Grande, hún bara lendi í svo helluðum hlutum. Bara svo, mér finnst það bara gleymast. Helt tónleika í Manchester sem fullt af fólki dó, manstu? Já, ég manns, bara gleymst aldrei. Bara, þú veist, og var með Mac Miller, bara, þú veist, þetta bara þú veist, hún Án she's standing já, bara... og hún búin að lifa svona 500 mismundi lífum, sko, í alvörunni, þú veist, Ariana Grande svo sem heit Pete Davidson famous, skilur, þú veist, bara svona, hún búin að eiga 500 lífstíðar, eitthvað, og náttúrulega í þessari tökum líka, þú veist, skilur hún við eiginmannin sinn, og byrjar það með Ethan Slater sem eða Bokk, já, sem að þú veist var líka óslega kontroversial þannig að þú veist það svo já, og hún alltaf fekk alveg heit á það og ég get ímyndað mér að Cynthia var svo mikið með henni í gegnum það allt þannig að þær eru bara ekkert eðlilega emotional líka bara þær eru alveg mjög bonded og maður sér það en þú veist auðvitað bara þær, þú veist, ég skil alveg að gráta yfir draumhlutverkinu og þannig að þú veist einhvern tímann ertu búinn, skilur þú veist, ég skil alveg að we don't have to do it in every þú veist, every interview en svo núna, þú veist, svo hefur maður líka séð já, það er eitthvað banka ég var opnað ég var bara hver er banka? Ég held að það er mamma eða eitthvað en ég var bara að myndum banka hún myndur ekki að kíkja fyrst kíkja, sko, já þegar ég er bara búin að sjá að það var eitthvað með svona eitthvað grind já, ok, ég tók ekki eftir já, ok, we're back sjá hei, afsakið ónæðið we're back já, það var aðeins banka hjá okkur hvað voru að tala um? Já, hérna ég man ekki hvað vorum að tala um nákvæmlega en ég held ég var bara að segja þú veist að það er ekki grátt í öll viðtölum nei finnst mér ég meina it does not bother me allavega nei kannski líka er þetta eitthvað partur af þeirra marketing eða eitthvað skilur já, svo sá ég mitt eitthvað það hvort það væri eitthvað svona að þau til þess að vera ekki eitthvað í samaburði við Barbie eitthvað, þú veist, það vera ekki alltaf að það tekið svolítið svona annan pól á þetta ég veit ekki, þú veist maður veit ekki hvort það sé planað eða hvort það er bara svona já. Bara þú veist, það er ekkert eðlilega búin að vinna ótrúlega hart að þessu ógeðslega lengi og þetta er ekki loksins komið ég get ekki ímyndað með tilfinningarnar skilur nei, þú veist, bara ég held að enginn getur sett sig í þessu stöðu 100% ekki og það er ógeðslega overwhelming en það er líka svona, þú veist þá myndum maður líka svo mikið skilja þær væri bara en þú veist að Ariana Grande er krabbi sko hvað? Krabbar eru bara grenjuskjöður finnst það? Já, það eru mjög emotional sign já og ég hugsa bara er ekki klói og eitthvað krabbi það getur svona ég hef alltaf heyrt að það er mjög emotional að vera krabbi það er hún krabbi? Jú, hún er krabbi er það mjög emotional? allavega, ég held það sko en eins og klói er krabbi mér það er mjög ólíkar já, ok það er alltaf margir krabbar já, en þú veist að það eru alveg ógeðslega margar í Kardashians sem eru krabbar mannur rættu það þú veit, ég skrifaði cancer emotional það kom bara eitthvað allt já, annað það er alltaf þetta er fárlegt þetta heiti cancer cancer is a water sign which means they are deeply emotional and intuitive they are also highly creative and imaginative they often have strong connection to the arts þannig að jú, þetta er bara fyrsta sem að það er sagt já, bara sé emotional já. Þannig að við Cynthia, en þú veist, hún er kannski hún klói kannski emotional annan hátt að hún er svona mother, skilur við motherar aðra og hjálpar öðrum en Cynthia er Capricorn en svo fyrst maður kalla krabbar allt öðruvísi já, ég þekki ekki marga þekki Gunna? Já, þekki Gunna hann er ekki rosa emotional nei þekki ekki marga nei ég þekki held ég bara Gunna eða eitthvað já, hún er Capricorn hún það er eftir á íslensku Steingit já ámali bara 8. janúar hún er búin að ámali já, ok, Queen 38 ára já, hún er 38 ára, hún var pæli í gær ég var að spyrja þig já, hún er fædd 87 og Ariana Grande er náttúrulega 93 já
Einmitt. En já, ég veit ekki, þú veist, það fer ekkert í taugarnar á mér að séu svona emotional, en ég skil samt alveg að fólk sé alveg svona, ok. Já, ég skil alveg Þú bara... veist, ef við gerum eitthvað annað. Já, en þú veist, ekki verið að horfa á þetta truflaðir svona, eða þú veist. Nei, en þú veist, ég held líka, maður væri líka bara, ég væri stundum til að sjá þessi viðtöl svona smá mixed up, eins og hafa Jonathan og eitthvað, Bailey og Ariana Grande saman í viðtölu, ég veit ekki. Það er alveg ykkur þannig. Já, og hafa þetta meira svona uppbít á þann hátt, svona hvað gerst fyndið að setti, það stundum svo smá vanta, en það er líka kannski bara partur af markaðsendingunni. En það er pottþétt, partur af öllu þessu viðtölum er þannig, en við erum bara ekki að fá það. Klippa bara partin sem það er kannski tear up, skilur við. 100%. Það getur vel verið, en það er allan ógeðslega kurteis alltaf, það er bara ekkert eðlilega. Thank you for being here, thank you for asking the question. Mér finnst það svo krúttlegar. Já, en það kom náttúrulega allt í kjölfar líka Blake viðtölunum og hún er bara congrats on your low bump. Það er bara hafa aldrei verið þannig, allavega ekki Ariana, eitthvað svona dóna. Nei, ég veit, en þú veist, þetta var sama tíma að gerast. Já. Skilur við, maður var bara, wow, þetta er svart og hvítt. Mjög fyndið. En hérna, já, bara, þú veist, stóð þessu bara ógeðslega vel. Ég veit ekki hvað annar er þetta að segja þetta. Nei. Hérna, þú veist, þegar ég googlaði Capricorn and their emotions og þá er þeir ekki emotional. Bara eins og ég þekki líka Stingitur, það er ekkit eitthvað... Já, og Cynthia er Stingitur, já. En eins og bara Ariana, hún fyrir að grænja í nánast öllum viðtölum sem var í, sko. Aha. Já, svona mjög svona fljóta að fara... in the waterworks, þannig að kannski erum bara búin að smita hana. Smita hana. It's contagious. En mér finnst það svo mjög satt með hérna Capricorns. I'm comfortable with other people's emotions. Bara svona, eru bara gett lokaðir og bara tilfinningar eru gett deep. Já. Og mjög cautious. Einmitt. Já. En já, þær voru ógeðslega flottar og þær eru ógeðslega flottar saman í hérna, öllum þessu viðtölum, sko, og þú veist náttúrulega brúið, við erum bara við erum búin að fá hilarious dæmi út úr þessu, svona holding space og fyndi þegar það verið að tala við þær núna þetta. Já. Og Ariana Grande bara, I had no idea what was going on. Já. Það er svo fyndi og hún var samt einhvern veginn svo bara, ég er hérna fyrir þig en ég veit ekkert hvað ég er fyrir þig fyrir. Þú veist bara, ég veit ekkert hvað er gangi hérna. Það er ógeðslega fyndið. Það er bara á fullu líka öruglega, þau veist að reyna að hlusta. Já, bara, hverju misti ég af, skilur holding space, þetta var svo ógeðslega fyndið. En já, það er hérna, núna náttúrulega eru alla verðlaunahátíðirnar framöndan og það er alltaf spennandi að sjá, þú veist, að því að þetta er bara búið að vera, þú veist, ef við hugsum bara til árið tilbaka, bara 2024, þetta er svona 4 myndir sem að man eftir, sem að, jú, ok, kannski 5, sem að man eftir, þú veist, maður man eftir Inside Out, þú veist, ég er ekki að sjá hana samt, en ég man hún kom út, ég man eftir Jokernum, nummer 2, mikið talað eitthvað svona. Var hún tilnefnd? Nei, ég held ekki. It Ends With Us, ég man eftir henni. Hún var ekki heldur tilnefnd? Nei, ég bara nefna svona hvað ég man eftir sér. Jú, Beetlejuice, man eftir henni. Það er allt svona sem við fórum í bíó. Já, og líka bara svona mikið talað á TikTok. Svona fekk mikla umfjöllun, skilur. Og svo man ég eftir Challenges. Hún var þessu ári? Hún var þessu ári. Aha. Og hún er tilnefnd fyrir fullt. Já, ég skil það. Já, geðveik. Já. Og svo var það hérna náttúrulega Wicked. Bara, mér fannst bara Wicked eiga, þú veist, bara hvað svo seint, en áttókst að stórum parta síðust ári, sko. Já, mér finnst svo skrítið að það sé tekið með, af því að þau fengu okkur svo stuttan tíma. Já. Þess vegna þurftu örugglega að byrja svona snemma að sýna okkur þau eru að syngja live, það er allt áður. Já. Áður en fólk fóru á hana. Einmitt. Og svo Gladiator líka. Já, er hún tilnefnd eitthvað? Já, ég held það. Ég veit ekki, við skulum bara fara yfir það. Já. En hérna, ekki alveg viss, en já, þetta er svona myndina sem ég að gleyma ykkur Joker, Inside Out, It Ends With Us, Challenges, já, ég manlega eftir mörgum myndum. Dune 2. Var það þess, 2024? Já, wow. 2? Já. Held ég? Ok. Ég man ég var alveg, þú veist, já, mistaði henni í bíó og eitthvað. Þessna er örgulega einmitt, jú, hann var 2004. Þessna er örgulega einmitt Timothy Chalamet að mæta á allt núna. Og... Já, og Zendaya. Zendaya það með tvent. Challenges og þetta. Já, geðvikt. Icon. Hún líka bara engaged. Já, yay!
Án gríns, krútmúffur. Já, bestu. Við máttum tala svona Molly May og svona þannig, hvað var annars svona shocking paramítæð saman, það þau. Já, þeir eru búin að vera svo lengi saman að maður væri bara... Já, 2019 eða eitthvað. Ekki meira? Nei, helst ok. Spiderman. Ok. En samt bara þau eru bara svo wholesome. Þau eru svo wholesome. bara Mér langar bara að sjá cutest þau meira ever. saman einhvern veginn. Já, þau sína ekki mikið af sér. náttúrulega. Nei. En það er kannski ástæðan okkur virkar. Já, akkurat, kannski er það. En hérna... Já, það sem sagt, voru náttúrulega Golden Globes núna, þau, og sem sérst, sjónvarpsverðlaun, þetta er ekki bíómyndaverðlaun. Þetta er bæði. En þetta eru bæði, en þetta er ekki Óskarinn, skilur. Nei. En auðvitað langar öllum samt. En samt alveg flott verðlaun. Golden Globes, já, 100%. En þú veist, þær voru til dæmis, þetta er alltaf svo margir kategóriar, þú veist, þannig að það er svo erfitt einhvern veginn að fara yfir, sko, maður sjá, nominations, ég finna þetta hérna. Sko, Best Motion Picture var Brutalist, ég hef ekki séð hana. Best Motion Picture Musical or Comedy og það var þetta Emily Perez sem sérst einhver annar musical sem að vann fram yfir Wicked, já. Og þú veist, það er búin að setja svona klippur úr því á TikTok sem er bara eitthvað bull. Já, en sko undir sama kategóri, Best Motion Picture Musical or Comedy, það var líka Challenges. Musical? Já. Er það bara Or að þegar það er comedy. góða til or comedy? Já, en Challenge er ekki comedy. Nei, en það er svo ókslega góð tónlist. Telst það sem musical þá? En ég held ekki. Ég veit það ekki. Mér finnst það ekki vera comedy. Nei. Ég veit ekki alveg hvað ég myndi flokkan að segja. Bara drama. Já. Hún ætti að vera bara Best Motion Picture drama. Já. En þar var Dune tilnæmd til dæmis. Musical? Nei, sem drama. Já. Og svo Best Motion Picture Animated, þar vann Flow en ekki Inside Out sem var vinsælasta myndin á árinu. Já. Skilja, þetta er svo... Flow? Já. What's that? Ég veit ekki, bara myndi eitthvað ketti þetta. En Selena Gomez var í þessu Emily Perez. Ok. Best Motion Picture Non-English Language, þá vann þetta Emily Perez líka. Og svo tilnefninga fyrir bestu leikonu. Þú veist, já, það er allan að þau unnu ekki neitt Wicked núna á Golden Globes nema eitthvað svona box office dæmi. Já. En ekki þær persónulega eða ekki leikstjórin eða eitthvað svo leiðis. Nei, Ariana var tilnefnd sem supporting actress. Já, það getur verið. Hún var tilnefnd, en þannig að Zoe vann. Zoe Kravitz, já. Nei, heitir hún Kravitz? Nei, ekki Zoe sem er úr Crossroads. Já. Já. Guardians of the Galaxy. Zoe Saldana. Já. Já. Einmitt. En jú, þau unnu þess að það sem Wicked vann í raun og veru á Golden Globes núna var, skal ég ykkur segja, Cinematic og Box Office Achievement. Sem bara gæði þeim hafi gengið vel, skilurðu. Já, er það ekki? Jú. Sem bara flott, bara mjög flott. Æðislegt. Bara mega skemmtilegt. Baby Reindeer vann líka fyrir Best Television Limited Series. Ok, já, það er bara samanlega. Já, þetta var alveg Mér lýst að það hefur verið bara fyrir 100 ára. kontroversial, en já, þú veist. En það var góð seria sem náði sería. að halda manni, sko. Bara svo fyndist þegar hann sjálfur leikarinn og sem upplifði þetta og sem leikstir þessu Já. taka á móti velurunum. Fyndi. En Óskarinn er alltaf framöndan og mig grunar að þær verði með eitthvað atriði. Já, það væri iconic. Veist það svona ógeðslega líklegt? Af því þú veist eins og þegar Star Wars Born var kom út. Já. Þú veist, þá var þau þarna Lady Gaga og þau með atriði. Jokerinn er bara ekki búin að fá nógu góða dóma til þess að þau verði með Óskarsatriði. Ég held ekki. En svo er þetta svo típist að Jokerinn vinni síðan bara allan Óskarinn. Já. Þú veist að þetta er bara, þetta er ekki based á public, þetta er bara based á hvað... Nei, eitthvað svona listamönnum. Já. En Wicked er alveg tilnefnd í alls konar fyrir Óskarinn. Já, það. Þau eru tilnefnd fyrir make-up and hairstyling, music líka,
Music, já, fyrst heitir þetta Music and Original Score. Hvað sem það þýðir? Ok. Ekki Music Original Song, örugglega þetta ekki Original Song. Svo það Sound líka. Visual Effects. Já, that's it. Þá ekkert... Eru Oscars nominations komnar? Já, in 10 awards categories allavega. Ok. Veitu, 97th Oscars shortlists in 10 awards category announced. Já. Þetta allavega ekki leikonur og leikarar, skilju. Nei, það ekki búið að tilkynna alla. Mér sýnst það. Ekki alla flokka allavega. Nei, ekki bara alla svona, flokka. Svona, þú veist, hairstyle og sound og eitthvað þannig. En það talaði að nomination voting begins on Wednesday, January 8th. Það byrjað. Já, og enda núna 12. jan, sunnudaginn. Þannig að það styttist því að við fáum að vita tilnefningarnar á Óskarnum. Já. En Óskarinn 3. mars, krakkar. Já. Á afmælinu mínu. Á afmælina byrstu, og veitu hvað líka? Bolludagurinn. Byrstu að vera Óskar og þetta verður best dagur í heimi. Þetta verður geðveikur dagur. Já. Ég bara... En þú fá okkur bollur. Þá náttúrulega Óskarinn nóttina, eða ekki? Aðfara nótt mánudags, jú. Er hann ekki yfirleitt byrja klukkan svona 10 eða það mett? Hann alveg byrja sint, sko. En Og það bara alnættir afmælinu. Þú Mér bara sýnist kasólétt. Já, að þú veist, sko það sem ég að hugsa að því ekki, hann alltaf á sunnudegi, jú, einmitt. Og þú ekki afmæli á mánudag? Jú, þannig að þú veist, Byrju, er þetta þá einmitt, hvenær er þetta? er þetta þá annan mars? En komin 3. mars hjá þeim? Það stendur mánudag. Já, Monday. Mars 3rd. Þá er það hjá þeim. Hvað stendur? Það stendur 12 til 3. 12 AM til 3 AM. PM, eða stendur PM. Það stendur bara AM. Ha, er þetta nóttina hjá þeim? Þá er þetta á sunnudeginum. Akkurat, aðfara nótt mánudags, já. Gæðið? Já, það er Hvað svolítið er næs. okkur? Já, það er sem ég veit ekki. Þetta er örugglega í LA, eða ekki? Jú. Það er svo... 12... The Dolby Theatre in Hollywood. Já, the ceremony is set to take place on Sunday, March the 2nd. Já, Þannig við erum að horfa á þetta. nóttin, Já. byrja bara á miðnætti greinlega. Já. Og það er spes. Já. Er það því að það tekur svo ógeðslega langa tíma að taka myndir af öllum og koma öllum fyrir og... Erum við ekki GMT? Jú, ég held að. GMT. Er það 8 morgunin? Nei, ha? Vistu að ég bara skil ekki neitt. En ég veit, þetta er greinlega hérna aðfara nóttina. Það er nokkuð augljóst. Jú, Ekki? þá er þetta 8 morgunin í okkur. Já. Á afmælinu. Þannig að ég bara kemur með bollur klukkan 8 og við horfum á Óskarinn. Hvernig var það? Morgun. Það væri geðveikt. En talandi að því vorum að fara yfir svona Oscars nomination þannig bara hvað var vinsælt á árinu. Þú veist það er svo hérna og það verður gaman að sjá hvort að við geta. Því að þú veist Barbie fekk enga veginn eins mikið eins og áttu fá sko. Þannig að verður spennandi að sjá hvernig Wicked fer í þessa... Það er yfirleitt svona myndina sem við þekkjum fá ekki mikið. Nei, en Billie fekk Óskar, Billie Eilish fyrir Barbie. Já, ykkur sem fengu. Já, Billie Eilish fekk, já. Who knows? Það er spennandi. En að því vorum að tala um svona vinsælt á síðust ári, þá gaf Blush út líka vinsælstu kynlífstaginn. Heldur betur hvað ég til í að sjá það. Já. Hvað eru þið að kaupa, krakkar? Já, þannig að þú veist, þau eru sko með vinsælda lista og þetta er sko bara þið getur skoðað fyrir píkur, fyrir tippi, fyrir ras, fyrir annað. Hvað er annað? Það er svona sleipefni. Er eitthvað annað? Það já, bara eira. En það er hægt að nota afsláttakóðan Blush 10 til þess að fá 10% afslátt af þeim vörum sem eru á listanum. Þannig að ég var velja eitt lista til þess að fara yfir. Já, fyrir mig tökum top 3 í öllum flokkunum. Ok, fyrir píkur, þá er fyrsta sæti Desire G-Spot frá Reset. Já. Vibratorn. Svo er nummer 2 er Womanizer Next. Það er eitthvað svo lítil útgáfa. Já, mini. Og svo er Stimulating Orgasm Oil í 3. sæti, High on Love. For High on Love. Þetta, þið vitið. Já, þið eru búin að heyra þetta hér og þið eru búin að kaupa þetta. Já, það hlýtur að vera. En allan að núna geti náðið þetta á afslættinum. Top 3 fyrir tippi, Birta? Já, það er Vibrating Handjob Stroker sem er einmitt vara mánaðarins í þessu mánu.
Þannig að það það og svo það Sam Neo 2 Pro sem sýnist vera eitthvað svona múfa Já. og svo það Vibrating Cock Ring. Mjög margt spennandi hérna. Gott fyrir bóndan. Gott fyrir bóndan. Svo það fyrir rassinn. Það fyrsta sæti, það Cheeky sem buttplug uppáhaldið okkar. Svo það Erika sem auðvitað líka buttplug frá Sacom. Já. Og svo Primo sem líka buttplug. Annað buttplug. Þannig að ég held að buttplugið sé vinsælast fyrir rassinn. Já, einmitt, en þetta allt svona warming. Aha. Svona warming og vibrating. Ok, það kannski gott að hita þessi. Já, bara, en þú veist, já, þú bara mjög titrandi. Ég veit ekki, það fyrir ykkur. Já, auðvitað. Já. Fyrir fullt af fólki. Top 10, annað. Já, annað. Þá erum við Uberlúpið. Já, klassist. Og svo erum við Blush Water-based sleipiefnið. Já. Og svo spilið forleikur. Já. Þannig að þetta geðvitt. Þú verður fullt af öðrum skemmtilega öðrum. Já. Veitu, hvað þetta? Já, ertu að tala hana libido? Já. Þetta eitthvað, Libido forte. Þetta eitthvað svona bónulíða? Já, þetta eitthvað þannig. Þetta til þess að halda ristlingur. Vá, ok, þetta ekkert eitthvað bara að fara að fara apóteki og fyrir bara Blush. Nei, fyrir bara Blush, sko. Anal, sleipiefni, hver munurinn á venjulegu og anal? Herru, það ætti samt að vera þarna, hreinsefni ætti líka að vera í topp 10, krakkar, mun að þrífa. 2025, það markmið okkur að setja hreinsefni í topp 10. Ég ágrýr að verða að þrífa þetta ekki. Stay clean. Stay clean, guys. Ég elska penis XXL krím nummer 5 minna, sko. Já, einmitt. Hvernig virka það? Það bara, þú veist, veit ekki. Eikur blóðflæðu, mýkir veginn, svo tippi verið þrútnara og örfunin meiri. Okay. Herðu, bóndadagurinn er komin eftir, sko. Kíkin og Blush, þið veitir hvert þið farið. Það bara svo leys. Það talað að sé eitthvað curse á þessu. Þessum heimi. Allavega, við sort of Oz curse. Þessum Oz heimi þarna. Bara sem að þær eru náttúrulega partur af. Já. Og það allt sem kemur út frá með tökum á þessar mynd sem kom 1939. Já. Það ekki? Jú. Það var fullt af einhverju hræðileg sem gerðist fyrir alla leikarana í tökunum. Já, svona hella sitt. Það farði alltaf illa með alla leikarana og já. Eins og Tin Man, hann var málaður náttúrulega silhutaður með bara geðveikt eitraðri málingu. Sem hann bara var hospitalized fyrir það. Já. Og kom annar leikari í staðina með hann var líka hospitalized. Já, það tala þetta var sko pure aluminum dust. Aluminum, já. Sem eitthvað ekki gott. Líka The Wicked Witch sem náttúrulega græn, hún var það poisoned málingin að hún mátti ekki borða á meðan. Já. Þannig að þetta var bara allt bara eitthvað eitur efni. Gæinn sem leika Scarecrow, hann ennþá bara scarred for life í andlitinu út á grímunni. Já. Og hún eitthvað svona afmyndaði. Já. Bara, skilt eftir sára eitthvað. Já, bara fekk allavega bara fullt af sárum og bara með ör út allt. Gæinn sem leika Ljónið, hann í alvöru ljónabúning. Það ógeðslegt, sem bara 100 pounds. Já, bara geðið þungt, ég veit ekki hvað það 60 kíló. Já, eitthvað svolítið, bara pældi í. Ói. Og svo alls konar, þú veist, elsku stelpan sem leik Dorothy, það annarkvort var hann 14 ára, 16 ára, ég ekki viss, það mismunandi facts. Já, einmitt. Og hún átti að hafa verið bara svelt og einu sem hún mátti borða var kaffi og sígarettur. Já. 14 ára. 14 ára. Það var eitthvað hræðilegt og það var eitthvað líka með eitthvað The Munchkin Men átti að hafa verið einhverjir brotamenn, sko. Já, eitthvað kynferðislega áreitni og já, bróta á einmitt. Og The Wicked Witch lenti því þegar var eitthvað svona atriði sem hún átti að hverfa, það kemur svona reykur og eldur að hún bara brendist og þurfti að fara á spítala í 11 daga og kom svo tilbaka og neitaði að gera þetta og það var stöndabúlega að láta hún gera þetta. Hún brendist líka og fór líka á spítala. Pældu í þessu. Einmitt, pældi þetta sick. Þetta alveg svona, já. Það var alltaf ekkert safety bara on set. Engan veginn, það var bara ekkert verið að pæla í þessu, sko. Já, og leikonan, sem leik Dorothy, hún lést mjög ung. Já, hún lést mjög ung. Hvað tala hún bara átti við síðan bara fullt af vandamálum að stríða bara í kjölfarið, bara svo andlega og bara. Og það var náttúrulega sagt að hún hafi bara líka verið alltaf bara sett á eiturlyf og fullt af einhverju diets og bara hræðilegt. Já, hún dó 47 ára úr overdose.
Æi, elsku. Ótrúlega, Það bara kott nú. já, það tala bara by the time filming Wrapped, þá var hún Judy og bara full blown addict. Æi. Pældu í þessu Þetta maður. alveg hrikalegt. Já. Og svo bara, þú veist, það ekkert verið að læra af þessu. Þetta 39, það ennþá einhver case eitthvað svona með barnaleikara og eitthvað sem vorum að ræða hana. Nickelodeon. Þú veist, það nú ekki langt síðan. Og það líka Ariana Grande. Þú veist, maður gleymist, hún búin að lifa 100 lífum. Já, einmitt. Þú veist, við erum góður. Það náttúrulega kom líka allt upp, náttúrulega á þessu ári, ofan á allt. Ofan á allt saman, já. Guð minn góður, sko. Elsku stelpan. Þetta búið að vera alveg helviti hella ár, eða þú veist, var síðast árið. Við getum ímyndað mér að þegar, og þú veist, myndin að fá gott kritisism og allt þetta, að það sé svo mikið líf fyrir hana. Já, guð, bara hversu mikið meira getur þið tekið. Ekki mikið meira, sko. Nei. Hún er ekkert eðlilega sterk. Ekkert eðlilega. She's the queen. Já, þetta er ógeðslega flott kastað í þetta. Já, bara ógeðslega flott kastað. Fullkomin cast. Já. Maður hefur gaman öllum meira þess að bokk. Já. En náttúrulega bara í þess leið, ég er bara svona omgætt þetta maður, þetta er kæstin hennar. Já, það er svo fyndið að sjá þetta, líka bara þannig að hún er sín hún engan áhuga. Já, ég sá eitthvað svona líka theory eitthvað á TikTok. Ég var eiginlega bara að opna til þess að fara með það, fara rétt með það. Fara með rétt mál. Það er eitthvað svona, þú veist, þú getur testa hvers konar vinir eru út frá hvernig þeim fannst Wicked vera. Já, ég sá þetta. Ok, ég verður með að fara. Það er eitthvað svona emotional, er þetta test? Nei, þú veist, ég veit ekki, ekki testa, þetta er svona, já. Svo tala bara að Wicked mun láta að horfa öðruvís á fólki í kringu þig, depending on hvernig þeim fannst í myndin. Og kallaði litmust test. Ég veit ekki ef þetta er bara einhver gaur á TikTok að bara bulla. En ég veit ekki. Litmust test. Hæ? Já, ég veit ekki alveg. En þetta er eitthvað, hann talaði um að þetta sé svipa og var gert eins og með Barbie. En allavega, ef þú fílar ekki Wicked, ef þú bara fílar hana ekki, þá hefur ekki söffera nógu mikið í lífinu. Ok. Ef þú fórst ekki gráta yfir senunni þar sem hún mæti með hattinn og það er þetta the silent dance, þá ertu með zero trauma og þú varst vinsæll í skóla. Ef þú fílar ekki Glinda og er svona dragging her, skilur, bara tala illa um hana, þá vantar þig í líf þitt að bara að skilja fólk, you lack understanding og þú þarft að vinna á þinni samkennd og hvernig þú getur gefið grace. Ef þú fílaði bokk, þá ertu vanur að festast of lengi í samböndum og þú þarft líklegast að fá okkur sjálfræðihjálp. Akkur var maður ekki bara fíla bokk þó þú sérst ekki eitthvað að fara að beita Nei, þú þarft sjálfræðihjálp. En já, svo bara að tala um að taktu vinnin og fjölskyldu til þess að sjá þetta, til þess að vita hvernig fólki er í kringum þig. Bara hvað meinar þau? Það er ekki, fólk fílar ekki musicals, fólk fílar ekki... Nei, þú veist... Og það er ekki þetta sálfræði dæma því þetta er upp á aldrei þitt, skilur. Grestu yfir eitthvað sem hann ykkur? Ég græt aldrei yfir einhverjum svona myndum nema að sé eitthvað voðalangt, bara eins og Harry Potter, skilur, ég er búin að alast upp með þessu. Já. Ég þarf að hafa miklu meiri emotional bonds. Já. Ég fer ekki að grenja bara eitthvað nema að sé ykkur hundavídeó. Já. Einmitt. Nei, já, ég greit ekki yfir þessu atriðan silent dance atriðan, já, en ég menna. Mér finnst það mjög kjúð, eða þú veist, ég var ekkert eitthvað hlæjandi yfir því. Nei, einmitt. En ég var bara, eitthvað fallegt. Já, en við erum með zero trauma. Ég bara fer ekki að grenja. Þetta er bíó líka bara frá fólk. Og ég get það alveg. Ég fór alveg að grenja yfir hann í eins og þess. Ekki ég. Fór að grenja í bókinu, nátt. Þá er ég ein. Ég fór ekki að grenja í bókinu. Ekki. Þá var ég ein. Þú vilt bara því attention. Það hljómar eitthvað verra. En heyrðu, það er líka því það er alltaf janúar og allt þetta, þannig að veganúar er hafið, ekki bara á Serrano, við erum alltaf að segja veganúar sé hafið á Serrano. Við farið samt á Serrano. Já. Veganúar, or favorite burrito of the year. Bara uppbólsburritoin og það er bara skandallan sé ekki allan á allt ári, en Netto er náttúrulega líka að taka þátt í veganúar og það er óslega gaman
að pröfa, þú veist, að setja sér markmið að pröfa vegan uppskriftir og Já, eins og við gera eitthvað nýtt. Já, þannig að þau geti kíkt inn á Netto appi til dæmis, samkaup-appi og líka bara að þið fara á netto.is, þú veist, þá getið séð Jesús minn. Vá. Það kom bara... Ég náði ekki að bæla þetta niður. Nei, allt í góðu. Þá getið ég bara skoða veganúar, bara svona flokk inn á netto.is og þá sjáu þið hvaða vörur eru vegan. Það iconic. Já, og svo þú veist, ekki að komin eitthvað á óvart, en maður svona, já, vá, það er alveg mikið sem ég bara borða alla daga sem ég er vegan. Já. En Bólsnammi mitt er vegan. Trolli. Já. En já, þannig að það er alveg skemmtilegt að pröfa, þú veist, þau eru með vegan ostin, þau eru með, þú veist, allt þetta góða úrval af vegan hlutum. Þú veist, með mjög mikið alltaf frá Oatly og eitthvað þannig, en líka Veglife, heitir ekki það, nei, Violife, já. Þú veist, gaman að kannski pröfa challenge sig eins og þú veist, fyrir þá sem eru ekki vegan að pröfa vegan. Vegan hack er til dæmis eitt af besta hack. Ég elska vegan hack. Við erum báða að vera þannig bara for ages. Bara þetta er svo gott. Ég er oft plata svo marga að sé að borða hack. Já, þetta er svo gott, sko. Miklu ódýrara líka. Já, líka bara ekki eins feitt, skilurðu. Bara ef maður vil aðeins cut down on the fatsy. Já, og líka bara... Þú veist, að borða hack alla daga, það er alveg... Líka svo næs eigandi fristi. Mallan. Þú veist, það næs eigandi fristi. Þú veist, þægilegt. Þegar ég bjó í... Tekur líka ekki eins mikið pláss eins og myndi setja hakki fyrir því. Nei, og líka bara ógeðslega erfitt af því að venjulegt hakk. Þú veist, það er bara svona, þú veist að taka það út. Þetta er bara svona, þetta er svona í bara svona kurli einhvern veginn, þá bara svona stráir sér upp hönnun og þetta hitna svona. Já. Bara mæli svo mikið með. Þetta er best, sko. Ég hef bara platað mestu kjötætur í heimi. Þannig að ég og Birta vorum alveg vegetarian eins og sko. We know our ways. Já, og bara... Þú veist, ég kann að meta mjög gott vegan hack, sko, það er bara, það var, þú veist, eitt af mínum signature bara, það sem ég borðaði alla daga þegar ég bjó í Englandi á fyrsta ári, það var bara tortilla wrap, þetta var bara alltaf eftir skóla, ég var bara spennt að koma heim, það var tortilla wrap, fullt af bara svona káli, grænt pesto, ferskt pesto, fullt af vegan hakki og ostur, bara that's it. Og bara rúllur upp og þetta var eitthvað svo fest og gott og einmitt að þetta er ekki heavy, sko, hakkið. Þetta er svo gott. Það er best, sko. Mæli svo mikið. Já, og líka falafel í það og það var mitt alltaf. Og það er náttúrulega á serrano, veganúar, falafel bara, þannig að þið, verðið að kíkja á báðastæði. Pröfa elda eitthvað heima og pröfa veganúar burritóin. Já, maður líka til falafel, náttúrulega netto og vel gera heima. Einmitt, já, líka það. En já. Það er, þú veist, já. Ég er ánægð að ég sé búin að sjá Weekend. Já, það ekki. Jú, mjög ánægð. Og það getur við allavega rætt þetta. Já. En þú veist, myndur þú setja eitthvað lag bara að verða að keyra í bílnum? Nei. Bara aldrei? Nei. Alltaf Birta var alveg að vera brjála og mér og Hildi þegar vorum í París sko, að syngja Popular. Já. 24/7. Já. Eða allir nema ég og Hildur. Já. Gott lag. En líka Hildur sagðist ekki fíla þetta þegar hún var í bíó. Nei. Svo fíla hún í París og svona. It grew on her. Prósentu. It grew on her. Já. Örugglega. En nei, þetta er ekki þannig lög sem ég myndi eitthvað svona hlusta á. Ok, ég ætla að smita þess að þessu. Já, reyndu. Já. Sko, þetta er örugglega geð og við erum að fara eitthvað bara karaoke í útlöndum. Af því að við getum ekki fara heima. Jú, ég held svo búin að ræða eitthvað þætti að... Við erum hættar að fara karaoke. Já, það ekki. Jú. Erstu ekki alveg til það? En ekki útlöndum? Nei, það er alltaf annað. Það veit enginn hvað við erum. Nei. En já, ég veit ekki. Þú veist, þetta er ekki eitthvað lög sem ég myndi kveikja á. Ok. En það er úr mörgum öðrum musical sem myndi ég kveikja. Þetta er bara, þú veist, eftir að læra lögin, þá... Kannski er það. Já. Kannski er það. Það er mikið skemmtilega þú veist, að hlusta og syngja lög sem maður kann eða þú veist, já, auðvitað en þú veist, ég var alveg gærilega að raula hvað var erfitt að halda í sér ég var bara svona, er eitthvað að fara að syngja einnig já, meina það, nei, ég var komin heim og var eitthvað að ganga frá og ég var svona að raula, þetta er alveg heila lím þetta er það? Já, þannig að þú veist, nei, já, þú hefur bara breyst átt í söngi í bíó já, ég hefði alveg akkur ekki? Já, ángríns but you only live once já Brestisöng, það er að gerast ekstra Bandaríkjunum, eða ekki? Nei, þetta var í Japan. Það var í Japan. Það er svona bíó í Japan, það sem er bara risa bíósalir og svo svona á baku bara fullt af bara svona herbyggjum. Já.
sem er bara með gleri, bara örgulega svona 12-14 herbyggi og þar inni getur hún alltaf bara sungið þessa hálfviti. Geðveikt. Þetta er svona soundproof, skilur. Já. Iconic. Það er iconic. Gæti. Já. Sérstaklega Japan. Já. Það sem enginn þekki mig. Já, þú getur alveg bara Já. sungið. Og náttúrulega, þú veist, eins og var ekki Frozen og allt þetta sem að kemur alltaf út í svona sing-along útgáfum. Ég var aldrei farið í svoleiðis bíó. Nei, gæti aldrei. Nei. Þú veist, nema ég væri bara við stelpunar. En pældi ég Já, bara salurinn væri bara við stelpunar, já. Pældi ég allir bara Og líka einhver eitt svona Já, að reyna nei. skiluru. Það Að vera eitthvað bestur. Já, það er ríkulegt. Já. En Farð þú bara þú veist, að leika ykkur leikrit Já. Við erum hér til að syngja illa saman. Já. Við erum að taka styrtusöngin hérna saman. En já, þannig að ég er ánægð að vera búin að sjá þetta því að þetta er alveg stór partur af síðasta ári og bara stór partur einhvern veginn af öllu sem er að þetta gera svona pop culture. Þú þarft að horfa á þetta. Einmitt, svona Það var bara a field trip. markasetningi var drillt. Ég bara held að hafi ekki verið gefið út fleiri licensing-dílar í gegn Guð minn bíómynd. góður. Bara Stanley brúsarnir, bara Hvað var ekki? það var allt til. Hvað var í alveg? Þetta var bara svona, það voru Crocs, það voru þetta. Þú veist, Já. það voru naglalög. Það er ekkert sem var ekki, sko. Þetta var bara, rosalegasta. Rosalegt, bara grænt og bleitt. Já, en þetta er líka, þú veist, þetta er ekki ný mynd. Nei, þetta er Þú ert saga. þú ert að ná til hóp sem að veit nú þegar og er nú þegar fans. Já. Það er svona, virkar þetta svona vel. The big fans, The theater big fans, já, algjörlega. En við erum líka big fans af GóLeigu. Við erum með bílun okkar á leigu þar. Þakklátt fyrir það. Mjög Þakklátt fyrir að þakklát, vera já. á bíl, takk. Já, Það er mjög þægilegt. það er mjög þægilegt að þurfa ekki að pæla í neinum aukakostnaði eins og að, þú veist, skipta dekk og svona. Smurning og eitthvað svona, Já. eða eitthvað vesen þá bara, Það er bara, Hey, það er vesen. Já, help. hjálp. Svo líka sendu alltaf e-mail eitthvað, passi ykkur á veðrinu í dag. Já, ég ætla bara næs. Já, Gott að vita. Já. Og ég fer aldrei bara á vísi að tjekka á því, sko. Einmitt, en þetta er skólatilboð í gangi og við tókum þetta fyrir líka á síðast ári. Þú veist, þú getur verið með Hyundai i10, 70 skall á mánuði, 69,9 og eins og bara að væri fyrst í menntaskóla að deila sem kostnaði. Geðveikt. Geðveikt næs. Þannig að það eru ákveðin svona, þú veist, það eru skemmtilega tilboð í boði að þið farið inn á gólega.is og skoðið, þú veist, alls konar bíla. Leigið bíl með besti, það er alltaf gaman að karpúla. Það er svo skemmtilegt. Ég bara hata Við erum alltaf að reyna það. Já. Eins mikið ef við getum þá karpúlu við, sko. Já. Og leiðir þetta þurfa að fara að sitja á bílum. Það er ömulegt, það er svona leiðilegt að keyra einn. Sammála. En þá getur maður allan að sungið. Popular. Það er líka verið með einhverjum. Já, satt. Það er mikil skemmtilega. Já. Það er meira sannlega. En þetta var skemmtilegt. Ég er ánægð að vera búin að sjá þetta og ég er mjög spennt að sjá hvernig, þú veist, eins og Óskarinn og allt þetta og hvort að þær verða með eitthvað atriði. Skemmtilegt framundan. Mjög mikið skemmtilegt framundan. Helmingurinn í janúar búinn. Já, galið. Crazy. Insane. Tíminn er að fljúa. Þannig er styrlað. Já. Það er bara skemmtilegt. Já. Og við erum spenntar fyrir restina af janúar. Halda áfram í the cute wellness era. Já, 100%. Og svo bara februar. The month of love. The month of Við love. náum alltaf að gera allt eitthvað þema. Já, en það er klárlega. theme, Já, ástarmánuðurinn er framundan, þannig að núna ætlum við að vera góð við okkur og svo ætlum við að vera góð við ástina í næsta mánuði. Já. Ok, besties. Sjáumst We í love næstu you viku. guys. Bye.